En við hefjum leikinn í Fisk og Frönskum í Grindavík en útgerðar fyrirtæki Þorbjörn HF selur yfir 3000 tonn af sjófrystum þorski og ýsu á Bretlandsmarkað á hverju ári. Nær allur þessi fiskur fer á veitingastaði sem selja hið vinsæla Fish and Chips. Veislan hluti af fjörugum föstudegi í Grindavík. Eru þið að bjóða bæjarbúum hérna í Grindavík og Suðurnesjamönnum öllum í Fisk og Franskar á morgun? Hvernig kemur það til? Jú, þetta er semst í þriðja skipti sem við erum að taka þátt, en þetta kemur þannig til að fyrir nokkrum árum voru hérna hressar stelpur við göttuna okkar sem ákváðu að búa til smá stemmingu í aðdraganda aðventunnar, skýra viðburðinn fjörugur föstudagur og svona flest fyrirtæki hérna við göttuna tóku þátt, og svo fyrir 2 árum síðan þá voru við spurði hvort við vildum ekki taka þátt, og skrifstofustjórinn okkar fékk þessa hugmynd hvort það væri ekki bara sniðugt að bjóða þá gestum og gangandi upp á Fish and Chips vegna þess að mjög stór hluti af okkar af þeim þorski og ýsu sem við vinnum á frystitogurunum fer beint í Fish and Chips í Bretlandi. Er þetta mikið magn? Já, þetta er heilmikið magn. Við erum að vinna í dag hátt í 3000 tonn eða 3000 tonn af þorski á frystitogurunum og sennilega 700 tonn af ýsu, 600-700 tonn af ýsu, og bróðurparturinn af þessu fer beint inn á Bretland, og ég myndi giska á 80-90% af því sem fer inn á Bretland af okkar flökum fari beint í þennan geira, það er að segja Fish and Chips. Þetta er gríðarlega vinsæll skyndibiti í Bretlandi, og það í dag einhverjir 11.000 staðir. Og þegar að þessi hugmynd var komin, þá datt okkur í huga að fá okkar stæðsta einstaka kúnna í flökum í Bretlandi til þess, spurðum að bara hvort hann væri ekki til í að koma bara og kenna okkur að gera þetta, og reyndar byrjaði hann nú að reyna eitthvað að kenna mér, en hann sá strax að það var alveg vonlaust, þannig að hann sagði nei, ég reyni þetta ekki, ég kem bara sjálfur og geri þetta. Og hann mætti hérna með son sinn í hittifyrra, og svo mætti hann með 2 svona framkvæmdastjóra sína í fyrra, og kemur aftur núna með aðra 2 framkvæmdastjóra, gauðra svona sem eru búin að alast upp í þessu hjá honum. Þeir reka sjálfur í dag 46 staði og þeir eru mjög svona gæða meðvitaðir. Þeir eru tilbúinir að borga gott verð fyrir góðan fisk, og við erum að framleiða fyrir þá 250 tonn líklega á þessu fiskveiðiári. Og já, þannig að þeir eru bara að mæta í þriðja skiptið og búa til góða mat handa okkur. Og ykkur finnst spennandi að sjá svona hvað verður úr ykkar hráefni? Það er mjög gaman að sjá það, sjá svona landsliðsmenn handera góðan fisk og búa til úr honum alveg súper mat. Það er ofsalega gaman að fylgjast með því hvernig þeir byrja daginn áður að undirbúa, og svo eru þeir allan morguninn að skera, og já, það er virkilega gaman að sjá það. Það verður ekki bara Fiskur og Franskar, það verður eitthvað í eyrun líka? Ekki spurning, það verður að bjóða upp á eitthvað svo þetta renni vel niður, og núna ætlum við erum hérna bræður og frændur, erum með svona Beatles tribute band sem heitir The Backstabbing Beatles, og við erum búin að æfa upp ágætis prógram, ætlum að taka svona góðan hálftíma 2 sinnum, þannig að það verður bara gaman. Og hvernig verður þetta hérna hjá okkur á morgun föstudag? Hvenær byrjið þið að matreiða? Þá við reiknum með þetta sé svona upp úr 4, 4:30 og standi til 7:30. Þið getið tekið að móti hellinga fólki, það komið 1000 manns í fyrra? Já, eða svona við allavega afgreiddum 1000 skammta í fyrra, höldum við. Og þetta er svo sem ekki fullur matur, eða þetta er ekki fullur diskur, þannig að margir koma bara aftur og fá sér, þetta er svona fyrst og fremst svona gott smakk, og þeir sem vilja bara koma og fá sér aftur á diskinn, þannig að vonandi hafa nú einhverju komið 2 og jafnvel 3, og það er bara í góðu lagi. Við viljum bara allir farið sattir og sælir frá okkur.